Herðu, skoðum hérna, heldum áfram að vinna með þessa hringi og þess að skoða núna eru snertlar. Þannig að ef við skoðum til dæmis hana punkt hérna, þessi punktu P og teiknum snertil, að þá það lína sem fer í gegnum punktinn en snertir annars hringin ekki neitt. Og hvergi annars staðar fari gegnum hringin nema í akkurat þessum hérna punkti. Og þá verður til þessi snertil. Og við ætlum að finna núna stikun snertilsins. Það er að byrja á stikun snertilsins. Ok, af því að þetta ekkert annað lína og við ætlum að finna jöfnuna á þessari línu, það er þess stikunina. Þá spurning hvernig fer maður því. Þá getum við byrjað á því að teikna hérna línu frá miðjunni yfir í hennan punkt. Þannig að við erum með miðjuna hérna í einhverju punkti og við ætlum að gefa okkur það að miðjan sé í hérna 3,2. Þessi punktur hérna er í 7,5. Ok. Nú, þannig að það sem við vitum hérna er að hérna er 90 gráða horn. Þessi hérna lína sem við erum að finna, hún liggur þvert á hérna vegur. Þannig að ef við finnum þannig hérna vegur, það er að segja frá M yfir í P, að þá getum við fundið þvervegurinn. Svo að gera það áður. Þannig að vegurinn MP, hver er hann? Við byrjum fyrst að vinna með x-skildið, þá tökum við loka punktinn mínus upphafspunktinn, þannig að þetta verður 7 mínus 3. Tökum y verður 5 mínus 2, þetta verður 4, 3. Ok, þannig að ef við viljum núna finna stefnuvegurinn, þá þurfum við að finna þvervegurinn á þessu hérna. Og reglan var svo að þú ætla að finna þvervegur, að þá tekur maður þetta gildi, setur þessi mínustölu og svissar þessum tveimur. Þannig að segjum að þvervegur MP hann kallast S og hann er eins og segi, tökum neðri gildi hérna, setjum það í mínus og svissum þessu svona. Þannig að það sem við vorum að gera hérna er að við vorum að teikna hérna vegur, þetta er vegur S og hann fer þá, hann fer þá 3 til vinstri, mínus 3 og sem 4 upp. Ok, þannig að við ætlum að finna stikunina, þessi jöfnu hans, það var það svona, og það sem að byrjaði á með stikunlínu, að þá þarf maður að hafa einhvern punkt á línunni og við erum með hann. Punkturinn 7,5 er á línunni, við getum gert 7 hérna og 5 hérna. Síðan kom þessi stika T og síðan kemur þessi stefnuvegur fyrir þessa línu og það er mínus 3, 4. Þannig að þetta er jafna línunar fyrir þennan snertil. Ok, en skulum halda áfram og reikna eitthvað meira. Við ætlum að finna hallatölu snertils, það er tiltölulega einfalt. Rifjum upp að hallatala fyrir vegur Ö er einfaldlega y-gildi hans deilt með x-gildi hans.
Þannig ég get sagt að hallatalan á vegur S, það y-gildið og við erum með vegur S hérna, þannig að y-gildið 4 og x-gildið -3. Þannig að þetta sama og -4/3. Ok, næst skulum við finna stefnuhorn þessa snertils. Ok, og þá þurfum að muna að tangens af stefnuhorninu jafngildir hallatölu vegursins. Það er að segja tangens af þessu horni jafngildir -4/3. Þannig að þeta verður tan í -1 af -4/3 og þetta mun gefa okkur hornið -53,13 gráður. Nema þetta stemmir ekki alveg við snertilina því sjáum það að þessi miskusti lína sem við erum að búa til þessa steikunlínu að hún ekki með stefnuhornið -53 gráður. Það sem gerist hérna að við erum að finna stefnuhornið á línu sem fer í þessa átt en okkar lína að fara í hina áttina. Þannig að við segjum að raunverulegt stefnuhorn að við þurfum að snúa því við og láta það fara í gagnstæða stefnu. Þannig í staðinn fyrir að það sé að fara í þessa átt þá þurfum að láta það fara í þessa átt. Þannig að við þurfum að snúa þessum 180 gráður. Þannig að við sem -53,13 pluss 180 gráður. Þannig að stefnuhorn línun okkar þá 126,87 gráður.